Alcoa-menn eru hættir við álver á Húsavík. Þeim býðst hvorki næg orka né á samkeppnishæfu verði miðað við nágrannalönd. Alcoa endanlega hætt við álver á Húsavík. Þessi ákvörðun var kynnt sveitarstjórnarmönnum fyrir norðan úr síðdegis. Forstjóri Alcoa segir Landsvirkjun hvorki bjóða næga orku né á samkeppnishæfu verði miðað við nágrannaríki eins og Bandaríkin, Kanada og Noreg. Kristján Már Unnarsson segir frá. Forstjóri Alcoa á Íslandi tilkynnti þetta í stjórnsýsluhúsinu á Húsavík á fundi sem hófst klukkan 4 með fulltrúum 4 sveitarfélaga í Þingeyjarsýslum. Svona hlutir eru háðir mörgum þáttum, en eins og staðan núna þá erum við að taka þessi ákvörðun byggð á því að það ekki til orka fyrir okkur og hún ekki á því verði sem við þurfum að hafa hana. Eru þið þá endanlega hætti við? Já, við erum endanlega hætti við. Tómas þó ekki sammála þeim sem segja að álver hafi verið of stórt verkefni. Við erum ekkert á því að þetta hafi verið of stórt fyrir þetta svæði, alls ekki. Annars hefum við ekki unnið þessu heilum hug síðan 2005. Að þeirra mati sé næg orka til staðar fyrir álver. Já, við höfum alltaf talið það og við teljum að rannsóknarboranir og annað sýni það að það sé nóg orka á svæðinu. En eins og staðan núna þá er Landsvirkjun búin að gera viljayfirlýsingar við nokkra aðila orkukaup. Hann segir Landsvirkjun bjóða Alcoa verð sem ekki sé samkeppnishæft. Þá erum við náttúrulega að bera okkur saman við löndin sem við störfum í hér í kringum okkur. Við erum að byggja upp í New York fylki, við erum að byggja upp í Kanada, í Quebec fylki, við erum nýbúin að fjárfesta í álverum í Noregi og svo erum við að byggja upp í Sádi-Arabíu. Þetta eru viðmiðunar verðin sem við erum að segja þegar við tölum að þetta sé ekki samkeppnishæft lengur. Er það þá opinber verðstefna sem að velleggja áliðanan í burtu frá Íslandi? Þau verð sem við sjáum fyrir álver á Bakka í raun og veru þannig að við getum ekki farið í verkefnið. Hvað aðrir eru að horfa og geti ekki tjáð með þeim. Það var í ráðherratíð Valgerðar Sverrisdóttur sem viðræður álver á Bakka hófust formlega og fylgdi þeim fagnaðarhátíð á Húsavík. Ríkisstjórn Samfylkingarinnar og Vinstri grænna hafnaði því hins vegar fyrir 2 árum að framlengja viljayfirlýsingu við Alcoa. Má segja að ykkar ákvörðun sé afleiðing pólitískra stefnubreytingar? Já, okkar ákvörðun byggir fyrst og fremst og eingöngu á því að orkan ekki til staðar og ekki þeim verðum sem hún þarf að vera. En hitt eins og alveg ljóst að frá október 2009 í raun og veru hefur ekki verið viljayfirlýsing milli stjórnvalda og Alcoa þetta verkefni. Þannig að það kannski ekki hægt að segja að það hefur verið mikill pólitískur stuðningur við það. Tómas segir Alcoa hafa lagt á 2 milljarð króna í verkefnið. Telið þið ykkur eiga eitthvað endurkröfur rétt að þessu fjármagni eða lítið á þetta sem tapa fé? Það hefur við ekkert skoðað í dag.